Já, okkur hefur verið sagt að vandinn í heilbrigðiskerfinu, hann muni lagast þegar nýr Landspítali verður til, að þá kemur mikið að nýjum legurýmum og þá losnum við hinn svo kallaða fráflæðisvanda og allt verður gott, eða svo er sagt. En Svanur Sigurbjörnsson læknir, hann er nú ekki alveg á því. Hann skrifaði grein í Læknablaðið, þar sem þú segir, Svanur, velkominn, Takk fyrir. að það vanti eiginlega fleiri legurými heldur en að nýr Landspítali býður upp á. Já, það er svona, kannski hefur verið svolítið fljótandi í þeirri mynd, svona að lausnin sé framundan, að allt verið gott þegar ný meðferðarkjarninn Hringbraut rís, en það hafa verið fleiri greinar heldur en sem ég hef skrifað og það hefur verið benda á náttúrulega úr því sem hefur verið unnið upp úr svo kallar McKinsey skýrslu sem var gerð hérna korti fyrir COVID kom út í desember 2019 þar sem talað að ef meðferðarkjarninn sé tilbúin 2026 að þá vanti ennþá þá er 50% af plássum að þurfi 50% meira heldur en að verða að plássum sé til að plássum þá Já, og mætti byrja að byggja næsta spítala. Já, í rauninni og kannski er ekki endilega lausnin að stakka meira þarna við Hringbraut eða á höfuðborgarsvæðinu heldur þurfum við held ég að hugsa til hérna stakkandi kjarna á landsbyðinni, dreifa álæginu og náttúrulega þá í leiðinni auka þjónustunu við þá kjarna. Þetta er alveg öfugt við það sem það er búið að gera, það er búið að vera að veikja kjarnana á landsbyðinni. Já, jú, í rauninni, það voru náttúrulega svona skurðlæknisþjónustur og svona eins og bara í Vestmannaeyjum, Selfossi og Keflavík og víðar. En það er svo sem haldist eða eina skurðlæknisþjónusta sem haldist á Akranesi og það fekk ég mjöðum, svo ég segi það nú á Akranesi, fekk ég mjöðum já, fekk mjöðum, já akkurat, ber því vel söguna en þannig að það kannski það er bara að hafa orðið frá því að þær ákvarðanir voru teknar og voru vissuleyti skiljanlegar út frá því að auka öryggi og gæði á höfuðborgarsvæðinu að sé sterk miðstöð þar með allt það besta af því að í sjálfu sér ferðatíminn ekkit óskaplega langur á milli þessara staða en nú bara hefur orðið svo mikil mannfjölda aukning á til dæmis í Keflavík og núna mikil uppbygging á Selfossi sem hefur bara svona tiltölulega skömmum tíma á sér stað og íbúum í Reykjanesbæ hefur fjölgað 50% á 10 árum. Já, það er akkurat það og þá held ég að þetta svona fara að snúa svolítið öðruvísi við og það er líka bent á það í þessari McKinsey skýrslu að það er ekki gott að hafa bara svona eitt stort center af því að upp á svona plássanýting og annað hafa upp á sveigjanleika það á aldrei að nýta nema svona 85% svona í í svona venjulegu árferði sjúkdóma, 85% af rýmum af því við þurfum fyrir krísur þegar það er flensufaraldur, COVID-faraldur og svo framvegis, eitthvað stórsleis og annað þá þurfum við að geta, þá hafa eitthvað svona eins og buffer eða svona aukarými. En er ekki Landspítalinn keyrður á 100% nýtingu? Jú, það er 104% af því það er lagt inn á ganga og fólk sem kemur utan úr námi það bara hlær svona einhverju skelfingarhlátri yfir því að sjúklingar á Íslandi eru bara að liggja á göngum því það er bara ekki leyft hérna í nágrannalöndunum. En Sveinn, Svanur, já. Nú er búið að vera stefna að byggja upp hennar Landspítala og það er svolítið stefna að styrkja miðjuna. Já. Það er næsti áfangi sem að þú nefndir að McKinsey hafi vísað til 2026. Ég held að margir séu byrjað að tala að þetta verði ekki tilbúið fyrir 2028 eða jafnvel 2030 að Landspítala verði tilbúin. Já. Og þú segir að til þess að koma með næstu legurými að þá þurfum við öðruvísi stefnu, styrkja miðstöðnar út á landi. En sú stefna, hún er eiginlega ekki til. Þannig að það er að eiginlega setja nýja stefnu og byggt á henni þarf að vera plönum að styrkja sjúkrahúsin á Reykjanesbæ, Selfossi, Akureyri.
Já. Þannig að þetta er ekki einu svona teikniborðinu. Ég hef ekki heyrt af því, sko. Nei. En hvað eru við þá að horfa fram á? Já, við horfum fram á að hér verði ykkur plástur komin á báttið 2028, hvenær það verður, sko. En við erum ekki að horfa á að staðall heilbrigðiskerfisins verði þar sem að við væntanlega viljum að verði og það er náttúrulega hættulegt því að öll svona ráð þurfum við að taka í tíma. Já. Og þannig að við erum náttúrulega búin að vera sofandi nánast síðustu 40 ár. Það var gríðarlega uppbygging í heilbrigðiskerfinu hérna 1970, kringum 1960 og 1970, 7. og 8. áratug síðustu aldrar og maður fann það bara svona, ég er að byrja í sko að starfa á sjúkrahúsunum í kringum 91, 2, 3 sko og útskrifast 94 og maður fann svona að það var svona miklu rýmra hlutina sko og þó að margt hafi náttúrulega uppbyggst síðan en svona það var ekki þetta svona gríðarlega plássleysi og svo hafa bara líka kröfunar aukist bara að það sé ekki lagðir svona margir inn á stofur og svo þarf meiri rými fyrir ýmsa tækni og þetta er svona vex svona bara eins og tré í allar áttir þessar þarfir en við þurfum bara að spyrja okkur sem þjóðfélag hvar viljum við setja svona takmarkaða pening okkar og fjármagn sko, að viljum við setja það þarna í heilbrigðiskerfið og búa okkur vel í haginn fyrir okkar veika fólk að gamla fólki okkar og veikt fólk fái mannsæmandi þjónustu eða viljum við dreifa peningunum í allar áttir sko. það er náttúrulega svo ótal mikið af góðum málefnum en við þurfum að taka einhverja sársauka fullar ákvarðanir og ég held að núna þurfi kannski 10-15 ára tímabil þar sem við setjum forgangi að byggja upp þetta heilbrigðiskerfi. Sem hefur verið hrörnandi 2-3 áratugir. Já, þetta er svona... Er ekki náð að byggjast upp eins og... Já, er ekki náð. Fólksfjölgun? 60% aukning á fólksfjölda á 40 árum, það segir sitt. Og svo erum við náttúrulega með, vaxandi fjöldi innflytjenda sem við þurfum að sinna náttúrulega vel og ferðamennir. Samt hefur leiguplássunum fækkað? Já, þeim meiri segja fækkað tiltölulega miðað við per 1000 manns. Þannig að þessar tölur við erum með 2,9 pláss miðað við per 1000 miðað við í nágrannalöndunum er 3,9. Þannig að þetta er alveg fjórðungs meiri eða þriðjungs meiri fjöldi af plássum per 1000 í nágrannalöndum og bara þetta plássleysi sko, það vantar ekki svona tæknibúnað og sérfræðikunnáttu, það vantar ekki en bara þetta plássleysi skapar svo mikinn vanda að fólki er á röngum stöðum í kerfinu þegar það fyrir gegnum það allt og lengin og bráðamóttöku og svo framvegis og kemst síðan ekki út af venlegum deildum og inn í hjúkrunarrými eða annað sko, þessi fráflæðisvandi sem þú nefndir og rauninni þá innflæðisvandi líka, þetta er allt saman eitthvað teft og þetta bara býður upp á svona miklu meiri hættu á svona kerfislægu mistökum. Það sem þú leggur til að að heilbrigðiskerfið verið sett í forgang sem bara næstu 10 árin. Já. Þetta er ekkert mjög djörf hugmynd. Hvað er langt síðan að Kári var með skoðanakönnuna? Það var stærsta skoðanakönnun í sögu þjóðarinnar sem var þetta. Já. Í öllum könnunum sem hafa birst er það ákvað leggur fólk mest áherslu á í samfélaginu. Það var heilbrigðiskerfið efst. Þannig að þetta er bara það sem að almenningu vill. En á hverju erum við ekki að þessu? Kanntu að skýra það? Það er eiginlega það sem er dularfulla í þessu. Er ekki tillagan þín. Heldur af hverju hún er ekki stefna stjórnvalda? Já, ég er sammála því og það er svona, ég hef nú talað við ýmist forystu fólki í heilbrigðisgeiranum þau segja alltaf þau mæta alltaf fullum skilningi eins og til dæmis í heilbrigðisráðuneytinu sem er þá þeirra ráðuneyti þeirra eiga við ræða við ríkisstjórnir
og það er alltaf skilningur en síðan bara gerist ekki það sem þarf að gerast og þá er það svo að vanti samstöðu og stefnumörkun í bara ríkisstjórnin í heild að taka þessi skref sem eru jú vissulega geta verið sársaukafull þannig að það þarf að draga úr okkur öðru, við höfum ekki endalausar tekjur, eða afla teknana og forgangsraða þeim inn í þetta og þannig að það er einhver hindrun þarna og ég held að það sé einhverju leyti held ég hugmyndafræðilegt og einhver svona óraunsæi ríkisrekstur. Það meni það ekki horfst í augu við svona það megin sem er í ríkisrekstrinum að þessu oflitla tekjur og of mikið útgjöldum sem að fara ekki þangað sem að almenningu vill helst að þau fari. Já, þetta er svolítið ég held að það er náttúrulega þegar hver ráðherra sest í sitt sæti hefur sinn málaflokk að þá vilja þeir sjálfsagt reyna að fóstra þann flokk sem best og þá verður væntanlega svolítið svona ykkur svona En við getum ekki þýrt samfélaginu þannig sveitna að þessi metnaður ykkur að 11 áður sem að stjórnaði í hvernig samfélagið byggjum upp. Nei, það þarf ykkur samstillingu og ykkur svona það þarf að horfast í augu við þessar takmarkuðu auðlindir og forgangsraða. Bara rétt eins og við læknarnir þegar við erum með fullt af fólki sem á stórslýsa stað þá þarf að lækna þá sem eiga svona björguna von og forgangsraða og svo framvegis, þannig að taka sársaukafullar ákvarðanir og þannig er það bara í öllu að það verður aldrei allt saman byggt upp í einu og það þarf líka bara að horfa til þess að mál eru mikilvæg og bara út frá siðfræðilegum skilningi og það var það sem að ritstjóri Læknisblaðsins fékk mig til að skrifa leiðar út frá svona siðfræðinni að því siðfræðimenntaður er að það eru gildi siðferðileg gildisverðmæti, þau eru náttúrulega ekki öll jöfn en við held að við þurfum að setja líf okkar á heilsa hljóta bara alltaf að vera flestir að sammála það eru þau verðmæti sem okkur dýrmætust því ef við höfum ekki líf og heilsu þá getum við ekki notið hinna gildana, hinna verðmæta. Þú sagði að það var komin í Landspítalanum 1990 og útskrifast 94. Þetta er eiginlega svona sama tíma og svona nýfrjálshyggjan er að koma inn í heilbrigðiskerfið. Ríkisstjórnin 91-95 innleiddi kostnaðarvitund sjúklinga að taka gjaldtöku inn og þannig að þú eiginlega kemur með svona hugmyndafræðilegum breytingum á því hvernig heilbrigðiskerfinu er byggt upp eða hvaða drífur það áfram. Getur verið að það sé hluti af vandanum, að það hafi verið einhverja væntingar það að leiða inn svona hugmyndir sem að voru sóttar inn í svona venjuleg viðskipti eða fyrirtækjarekstur, að það myndi einhvern veginn leysa heilbrigðiskerfið þannig að það myndi leysast að sjálfu sér, að þau ekki að taka þessar sársaukafullu ákvarðanir sem þú ert að segja, við verðum bara að horfast í augu við, hvort við viljum hafa þetta svona. Getur það verið? Já, ég held að geti verið að eins og leiti því að erum við erum bæði einstaklingar og félagsverur og mér sjálfsagt að rækta hvoru tveggja að þeir sem eru svona hafa mikla framtakssemi og gáfur og annað til þess að gera góða hluti svona út frá svona kannski svona einkarekstri eða svona út frá viðskiptahugmyndum og slíku að þeir fá þjóðfélagi búið svo að þeir geti blómstraði því en svona fyrir heilbrigðiskerfi sem að náttúrulega þarf að er samtrygging okkar til að hugsa vel alla íbúana og sem er fátaka sem ríka og langveikt fólk og fólk sem er veikið sjaldnan og svo framvegis að þegar við hugsa um okkur öll þá þurfum við þetta sameiginlega heilbrigðiskerfi sem að grípur okkur þegar við dettum og það verður ekki gert nema með samtryggingunni, með sameiginlegum sjóði og ég held að eins og þú segir það svona uppkoman í frjálshyggjuna þegar fólk vildi svona
þreifa fyrir sér í rekstri heilbrigðiskerfis út frá svona samkeppnishugmyndum og ég man að það var mikið talað um það einmitt þarna á 10. áratugnum. Og ekki bara með því að koma með einkafyrirtæki, heldur líka að sko reksturinn inn í stofnunum ríkisins væri svona tæki svipmót af fyrirtækirekstri. Já, akkurat. Sömu hugtökin notuð og sömu hvatarnir einhvern veginn. Já, einmitt, og talað um svona, það væri svo gott að vera samkeppni milli Fossvogsins og Hringbrautarinnar sem Landspítalans þar og svona það myndi svona efla allt og svo framvegis. Þetta allt í lagi í sjálfu sér og velta þessu fyrir þessu og svona aðeins að nýta sér ímess á svona kannski mannlega eiginleika en ég held að kannski að það hafi gleymst sko stóra myndin sem að bara þessi svona almenna uppbygging sem þarf að eiga sér stað og náttúrulega þegar risu heilsugæslustöðvar hérna upp allt land á 1970 og eitthvað fram í 1980 þetta var bara hvílík verðmæti fyrir fólki í landinu að fá þessu stöðvar og þetta náttúrulega var ekki byggt nema bara með sameiginlegum sjóði og þannig að ég held að og svo nýfrjálshyggjan sko það náttúrulega ríkisstjórnin var að einbeita sér að selja ríkiseignir hérna kringum aldamótin og þetta var svona eitthvað hæp sko og vinstra fólk fór svolítið inn á miðju til hægri og Þetta var einn nýji samfélagssáttmáli. Já, og svo allt í einu veikist ákveðin ráðherra og þá áttu allt í einu að byggja hátæknisjúkrahúsi svo kallega. Þannig að það var svona eins og eitthvað svona uppljómun þarna að þetta þyrfti. En við þekkjum svolítið söguna því að það náttúrulega var síðan hrun og allt það. En ég held að, já, 20 ár næstu. Já, og ég held bara að það sé einhver tregða, hugmyndafræðileg tregða og svona kannski skortur á yfirsýn og gildismati á þessari nauðsyn sem að hefur hrjáð ríkisstjórni bara alla götur, já, ég veit ekki hvað, síðustu 25-30 ára, að þarna skortir þessa forgangsröðun inn í þetta mikilvæga verkefni. Eða bara getuna til þess að móta stefnu Já, það er eins og skorti mótiveringuna og skorti áhugan til að sjá þetta og það eru önnur þá sjónarmið sem að fá að ráða sko. Kemur fólk úr heilbrigðiskerfinu svolítið hingað og ég spjalla við marga og stundum finnst mér eins og að þau sem að starfa inn í kerfinu upplifi það að stjórnvöld átti sér ekki á alvarleika málsins. Þú nefndir að áðan að fólk sem var að koma utan í námi að það gengur fram að þeim að sjá að séu fólk liggjandi út á göngum og raunverulega hversu illa Landspítalinn stendur og svo segiru að þó svo að komin í Landspítali þá dugi það ekki til. Þannig að þetta fólk sem eru að koma frá námi erlendis, að það horfi fram 5 ár fram í tíman, það er bara ófremdar ástand og eftir það kannski aðeins gára ástand, en ekki gott ástand. Nei. Og bara það er eiginlega ekki ljós við endan á göngunum að þú kannski horfir á það og ég meina að fólk sem hefur unnið á bráðadeildin er að segja það að aðstæðan þannig að séu þannig að þú ert að gera eitthvað sem að er eiginlega ekki boðlegt sko að gera sko. Þú ert ekki með starfsaðstæður eins og þú ert menntað til þess að geta sinnt sjúklingum vel. Já, samanlega. Þetta er náttúrulega rosa alvarlegt ástand að þegar að sko stóru stéttirnar horfa raunverulega fram á að já, við erum, maður má ekki kannski segja, þú veist eitthvað, já, við stöndum svo ekki samanburð við næstu lönd. Nei, það er það ekki og sko við erum náttúrulega lítið land og það har stundu verið nefnt í bæði í grín og kannski smá alvöru að við ættum að bara samin okkur hérna sem fylki við Noreg eða Svíþjóð eða eitthvað slíkt sko og það var nú nefnt svolítið meira svona í hruninu sko að við hreinlega stæðum ekki sem sjálfstæð þjóð og náttúrulega skilyrði sjálfstæðis er náttúrulega geta kannski að geta sko séðum þessa svona megin pósta sko að hér sé mannsamandi heilbrigðiskerfi og þetta er svona efnahagslíf sem að
heldur okkur svona fjárhagslega sjálfstæðum og svo framvegis. Húsnæði sem tryggir öllum ódýrt og örugt húsnæði. Atvinna og annað emitt, akkurat. Og þetta þetta allt, sko, svona öll lífsviðursværismálin náttúrulega stórmál, en ég bara set eiginlega forgangsraða heilbrigðiskerfinu þar alveg við hlið, sko, því að eins og almenningur gerir. Já, ég man einmitt, sko, það var kosningum skoðanakönnun fyrir svona 3 kosningum síðan að það var 80% sem völdu heilbrigðiskerfið sem fyrsta mál, sko. Það er alltaf þannig. Og en það er ekki að því að fólk er vitlaust, að fólk kann ekki á stjórnmáli eða fólk þekki ekki samfélag sitt. Þetta er vegna þess að þetta er bara verðmætamatið og þetta er það sem að fólk skynjar að þarf að gera. Einmitt. Og þarna sko ég nefndi sjálfstæða þjóð en við erum þessi litla þjóð sem að hefur svona ekki, sko, okkar sameiginlegu sjóðir verða ekkit eins stóri eins og nágrannalandana og þannig verður bólmagnið minna fyrir þessa innviði en þetta er samt ekkert afsökun af því að við þurfum bara þá að vera enn strangari og svona raunsari og tilbúna kannski að taka einn sásökana því að forgangsraða, sko. Við þurfum bara að forgangsraða rétt, það er bara málið, sko. Við höfum nefnt að almenningu vill styrkja heilbrigðiskerfið og náttúrulega stéttirnar hafa verið að kalla út svona stundum neyðaróp og stundum upplifið það, ég veit ekki hvort að þú hefur upplifið það að finna stundum eins og að það að vera að benda á hverju vandi kerfisins er að þá sé fólk eiginlega venja stjórnvöldu við að standa af sér. Þú kannast þessa tilfinningu að þú er bara að segja það sama í 5-6 ár og það gerist ekki neitt og þá velti fólki fyrir sig býtu ef ég held áfram að segja þetta er ekki bara að hjálpa þeim að standa þetta af sér, býta þetta af sér. En þá er ég að velta fyrir mér. Hvar fer fram umræða nauðsyn þess að byggja upp heilbrigðiskerfið? Það er hún virðist fara mjög víða fram í rauninni en þar sem hún ætti helst að fara fram og þar sem að ætti að taka góðar og sterkar ákvarðanir þar, kannski fer hún fram að það er tala um ríkisstjórnina, bara við ríkisstjórnum borðið hún lítur að fara eitthvað fram en ég held að þar sé bara bent í ýmsar áttir og þarna bara skortir ákveðna ábyrgðartilfinningu eða þá skilning, raunverulegan skilning á mikilvægi málsins og það er bara ekki að komast til skila þannig að því að þarna það er búið að tala svo mikið nú þurfa verkin að tala það er málið. Við þurfum að sjá á ákvörðunum og plönunum og verkonum hvort að þetta sé rauninni að skiljast. Það þurfi ekki bara að segja í einhverjum viðtölum að þetta sé mikilvæg mál ef það endurspeglast ekki í verkonum. Já, það á ekki bara við Landspítalann, það líka við heilsugæsluna í Reykjavík, það er orðið bara mjög erfitt að fá tíma hjá lækni. Já. Þannig að það er víða sem að kerfið er að brotna niður. Já, þetta er svona bara hægt og bítandi alltaf að fara í verra horf. En þú segir að læknar þurfum að taka ákvarðanir, forgangsraða, sinna þeim fyrst sem að hægt er að bjarga og ná bata. Ef við flytjum þetta yfir og þú segir að stjórnvöld og ríkisstjórnin verði að taka slíkar ákvarðanir til þess að byggja upp heilbrigðiskerfið, að taka það ákvarðanum að fórna þá ykkur í staðinn og hvað er mikilvægt. En þegar að maður tekur ekki ákvörðun, þá er maður að taka ákvörðun og þá er maður að hætta ykkur. Hverju eru stjórnvöld að hætta með því að taka ekki þessar ákvörðunir? Hver er skaðinn af því? Já, það er einmitt þetta að það getur einmitt, hvað að segja, gott fólk sem situr aðgerðalaust þegar hættast eða að það náttúrulega getur verið kannski hvað að segja, það er að versta sem gerist og náttúrulega horta á það í gegnum söguna þegar komið upp alræðis forsprakkar alræðis og annað sem er ekki spint fótum við eða bara hverskins hættu ástandi ef þú situr aðgerðalaus þá náttúrulega bara er hættu því að vandinn vaxi og það er svolítið það sem er að gerast sko og
það er þetta aðgerðaleysi og það er nú verið að horfa náttúrulega fram sko alltaf svona einhverja tilbúinir einhverja afsakanir peningaleysi sem eru svona hálfsannar því að þetta hefur takmarkað fjármagn en því sem er sleppt að segja er að það er hægt að fresta öðru eða draga úr öðru eða afla meiri tekna og það er hægt að og þá er ég ekki að tala eitthvað, ég er bara að tala að innheimta á sköttum af fjármagnseigundum og eignafólki og hátekjufólki sé svipað og bara í næstu löndum sem hafa þetta heilbrigðiskerfi. Já, akkurat. Kannski getur ekki haft hvort tveggja og getur ekki veitt einu ríku skattaafslátt og haft gott heilbrigðiskerfi, þú voru að velja. Já, það er það og það sem að djúpu vassarnir eru og að það er að sækja tekjur í það, þannig að já, við erum ekki einu sinni að biðja það að verði meira heldur en í öðrum löndum og nú það er náttúrulega verið að tala alltaf sko hlutfallega verkri landsframleiðslu og slíku, við erum einhvers staðar 6-8% og það er víða meira þannig að þetta er ekkert eins og við séum bara lútum einhvern öðrum lögumálum heldur en aðra þjóðir sko. Þannig að það er alltaf svolítið, virðist bara vera svolítið þannig eins og við bara ríkisstjórn eftir ríkisstjórn sem að horfir fram hjá þessu og þegar það er búið að vanrækja þetta svona lengi, setja svona lítið fé í þetta og ekkert uppbyggingar fé, að þá er vandinn bara svo uppsafnaður og núna þarf bara svo miklu meira heldur en þennan meðferðarkjarna. Þannig það er nú það. Þú skrifað þessa grein í Læknablaðið, fyrstu viðbröðs við henni? Já, ég fengi bara fólk stoppa mig á gangur spítalans sem ég vinn og er ánægt með það sem ég hafði fram að færa og var í viðtali hér á Rás 1 fyrir viku síðan. Eitthvað heyrt frá stjórnvöldum? Nei, ég hef ekki heyrt frá þeim. Nei. Við verðum að finna einhverja leið til þess að ræða í okkar samfélagi stöðun á heilbrigðiskerfinu og hvað þetta er á það. Já, takk fyrir þessa umræðu. Takk fyrir að koma. Takk. Og við flettum og tökum fyrir næsta mál. Byrjar þörfnum blikk.